Komiði öll saman sæl og blessuð. Okkur langaði að leggja spurningu fyrir nafnleysingjan. Uh, Mundirðu vilja segja okkur aðeins frá því? Hvað felur í sér þetta Atlantis taka 2? Já, það skal ég gera. En fyrst langar mig til að stinga einu að ykkur. Þið megi líka kalla mig elskandi bróður. Takk. Atlantis taka 2 gefur ykkur tækifæri til að gera betur en síðast. Þið voru með egóið ríkjandi síðast. Ekki nógu vel meðvituð mikilvægi þess að láta egóið ekki stjórna. Þannig að þið voru með þvingandi stigskiptingu. Atlantis taka 2 felur í sér eins og alltaf á jörðinni mismunandi hlutverk. Það þýðir að það er alltaf einhver sem að stjórnar og einhver sem að fylgir. Til þessa hafið þið lítið svo á að stjórnendur verðskuldi meira og stjórnendur hafa viljað taka meira til sín, þeir hafa viljað setja sig ofar fylgjendunum. Þannig á það ekki að vera vegna þess að fylgjendur geta ekki verið án stjórnenda eða leiðtoga og leiðtoga geta ekki verið án fylgjenda. Báðir hópar eru að gegna mismunandi hlutverkum en jafn nauðsynlegum. Það er alveg rétt sem þið segið með orkuskiptin. Það er að segja að orka þarf að vera í andstöðu, neikvæð og jákvæð orka til að mynda hreyfingu. En til þessa hafið þið verið með of mikið af neikvæðri orku og mér langar til að koma með að lokum dæmi sem að þið þekkið öll mjög vel. Þið eruð að finna leiðir til að búa til umhverfisvænna eldsneyti sem að mengar minna fyrir bíla og önnur farartæki. Hugsiði leiðir til að skapa eldsneyti sem að mengar samvitundina minna og þannig muniði gera betur í Atlantis töku 2 heldur en Atlantis töku 1. Takk fyrir þetta. Er eitthvað svona eitthvað sem myndi vera að bæta við, svona einhverju punktar til okkar, hvernig við opnum fyrir þetta? Þessa tímalínu eða það hvað maður skildi kalla. Gera það huglegt. Já. Vegna þess að þetta er alls saman huglegt. Það sem að þið kallið Atlantis ástand, það er bara hugarástand. Það er mjög opið hugarástand, getum við sagt, að þið séuð opin til að taka á móti öllu og þið skoðið allt með opnum huga. Það er Atlantis ástandið og að þið verðið meðvituð að þið eruð öll andlegar verur. Hvert eitt og einast ykkar er alltaf hjá mér á minni plánetu, alltaf á andlega sviðinu. Þið farið aldrei af andlega sviðinu. Þið eru bæði í andlega heiminum og á jörðinni. Þegar þið eru meðvituð það að þá eigið þið auðveldara með að opna leiðir fyrir samskipti við okkur utanjarðar verur sem erum ekki í líkama vegna þess að þá smátt og smátt rennur upp fyrir ykkur að þið eru ég og ég er þið. Þið eru alltaf á eintali. Þið eru alltaf að tala við ykkur sjálf og þegar þið finnið það að þá getið ekki annað en hjálpað þeim sem að þurfa hjálpa að halda vegna þess
að þá vitið að þið eru að hjálpa ykkur með þessum aðskilnaði sem að þið hafi verið í til þessa, að þá eru raunverulega búin að veikja ykkur sjálf. Þannig að með því að vilja egósins vegna halda öðrum niðri, þá verðum leið að halda ykkur sjálfum niðri. Með því að hjálpa þeim sem að þurfa að hjálpa að halda, að þá eru þið leið að stækka ykkur sjálf. Íhugið þetta allt sem að ég hef verið að segja og þannig munið þið vita að Atlantis hefur aldrei farið neitt og mun aldrei fara neitt. Atlantis ástandið er huglegt. Takk fyrir þetta.